Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að fræðast snjóblak og blakmót öldunga í leiðinni. Til mín í sófann komin Steinþór Traustason, varaformaður blakdeildar KA. Velkomin. Takk. Fyrst, hvenær byrjaði þú að æfa blak? Ætli ég hafi ekki byrjað með mömmu og pappa á Tódalvík. Já. Svona 8 ára. 8 ára? Og fór ég að fara með þeim og standa út í horni. Já. Boltasækir. Boltasækir svolítið og sprikli á valdageimslinni og hvað. En svona fyrir svona einhverju viti að æfa, það var ég svona kannski 12-14 ára eitthvað svoleiðis. Og þá var alltaf bara á Tódalvík með öldugum. Það var ekkert krakkablak eða þannig. Þannig að og að segja að ég hafi beðið í 28 ára eftir að komast á öldugumót. Eða 18 ára. Er þetta fyrsta öldungamótið núna? Nei. Nei, ég er búið með nokkur, sko. Já. Það er 30 ára aldurstakmark, þannig að ég er búið með 6. Og það bara, hefur alltaf verið blak? Þú hefur ekkert verið að svona prófa eitthvað annað sport? Jú, ég er búin að vera í öllu. Þú er búin að vera í öllu? Já. En nú er það blakið sem á hugðin og tíma? Já, í augnablikinu, já. En aðeins þetta snjóblak, það er forvitnilegt. Hvað getur þú sagt okkur um það? Já, þetta er nú svona tiltölulega nýtt sport í rauninni. Það var svona upphaf held ég sé 2009. Þá fórum menn að prófa þetta í Þýskalandi. Já. Og einhverju 2 strákar sem voru í rauninni strandblakarar. Já. Og bjuggu upp í einhverju fjallaþorpi og ákvað að prófa að setja upp blaknet upp í fjöllum og prófa þetta og virkaði bara fínt. Þannig að svona núna er í rauninni komin Evróputúr í rauninni og evrópska blaksambandi heldur utan snjóblakstúrinn og þetta sé spilaði á 11 stöðum víðs vegar Evrópu. Já. Og er þá þessi Evróputúr hér núna á Akureyri helgina? Nei. Þetta er bara svona innanlands. Já, við erum bara að fikka okkur aðeins áfram í þessu og svona prófa. Snýst þetta þá bara um það að spila blak nema nú er snjór undir en ekki sandur? Já. Þetta er rauninni sömu reglur og í strandblaki. Já. Reyndar spila upp í 11 en ekki 21. Já. Og þannig að það er svona styttri leikir, sannlega bara út af kulda. Fer þetta þá fram á strandblakvöllunum með snjó ofan á eða? Nei, við erum upp í Hlíðarfjalli. Já. Grófum niður súlurnar bara í skaflinn þar og í hótelið og þannig að það er hægt að renna upp yfir og sjá hvernig þetta fer fram. Er of seint að skrá sig eða er eitthvað lið sem að heyri þetta? Nei, það má örugglega hafa samband við okkur. Er þetta opið öllum? Nei, það eru svona aðeins fjöldatakmarkanir, sko. Við erum með 4 karlalið, ég held að sé fórið fullt hjá körlunum en það er kannski eitthvað laust hjá konunum. Þetta er 4 karlalið og 4 kvennalið. Já. Þannig að þetta er svona bara próf í rauninni og svona aðeins er bara þess að vekja athygli á okkur líka. Já, er þetta í fyrsta sinn sem að snjóblak er prófað heldur á landinu? Já. Svo við vitum allavega, þá er þetta í fyrsta skipti og ákvaða að prófa þetta. Og klukkan hvað er þetta ef fólk vil koma og kíkja? Þetta er klukkan 1 á laugardaginn. Já. Og svona reiknum með þetta sé í 1,5–2 tíma eitthvað leys. Kannski svolítið kalt að standa og horfa en þá hoppa maður bara? Já, þá hoppar það verður tónlist og þú getur dillaðir og það er svona verður einhvers stemning, sko. Skóbúnaður keppenda, hver heldur hann verið? Ekki skíðaklossar? Ekki skíðaklossar, nei. Í þessum alþjóðlegu mótum þá eru menn í takkaskóm, knattspyrnuskónum. Já, til að grípa kannski aðeins í snjóinn. Já, svona aðeins að fá meiri spyrnu, sko. Já, annars rennur þau kannski bara dálítið mikið. Já, snjórinn kannski veðst upp líka fljótlega, þannig að þetta er svona kannski ekki spennandi að vera síðasta lið í móti þegar snjórinn er orðinn eitthvað svona maukaður. Það kemur í ljós. Það kemur allt í ljós helgina. Þetta er spennandi. En þeir eru svolítið að þessu til að vekja athygli kannski á öldungamótinu. Já, og er bara svona blakstarfinu hérna á Akureyri í heild, sko. Já, það hefur svolítið verið að berjast í bökkum allavega á yngri aldurstigum. Yngri aldursflokkunum, já. Og svona reynum að höfða þá til þessara foreldra sem eru í þessu öldungablaki, sem eru fjölmargir. Og svona reyna að hvetja þeirra krakka til þess að koma í blak og prófa. Þið eru að snúa vörn í sókn og þið bjóðuð upp á ókeypis blakæfingar. Já, við byrjum á því í haust að vera með ókeypis fyrir krakka á grunnskólaaldri. Og það hefur skilað hópi? Já, það nefnilega hefur gert það, bæst í þessa flokka sem við erum með og hefur bara gengið vel og eiginlega bara vonum framar. Bara mikil fjölgun og mikil stuð á æfingum, sko.
Mjög gott. Öldungablakmótið sem fer fram hvað í apríl? Já, það er 27. til 30. apríl. Já, þá bætist svolítið við íbúafjölda Akureyrarbæjar. Já. Segðu okkur aðeins, hverju við von á? Þetta er sérst árlegt öldungablakmót sem er blaksambandi stendur rauninni fyrir. Þetta er rauninni bara svona íslenskt mót öldunga í rauninni. Þetta er rauninni bara deildakeppni sem er spiluð ár frá ári. Og öldungur, þá ertu hvað? 30 plus? 30 plus. Já. Og það er stöðu aukning í þessu og í fyrra voru 167 lið, minnir mig. Vá. Okkur sýnist við vera að fara í 180 lið núna, þannig að það er aukning alltaf. Og ráðið þið við þetta? Já, við höldum það. Já. Við erum búin að fá, viljir fyrir að fá undirlag í bogan frá Kópavogsbæ, eða úr kórnum. Já, leggja eitthvað yfir gervigrasið í boganum. Já, setjum plastgól á bogan og svo íþróttadúka þar ofan á. Og náum þannig að setja upp 13 blakvelli í bogan. Og það dugar? Já, þurfið þið líka svo einhver önnur verðum hús? við með í Káa. Þið líka í Káa, já. Þannig að það eru 16 blakvellir í heildina. Og það er spilað blak á 16 völlum alla helgina? Frá 9 til 9, svona cirka. Þetta verður mikið blak. Já, heljarblak og svo endar það í lokahófi í íþróttavöllinni. Já, þetta verður spennandi. Eitthvað lokun sem vilt koma framfæri, er þetta bara komið hjá okkur? Kannski bara minna á úrslitakeppnina í blaki hjá meistaraflokkunum. Hún er í fullum gangi. Já. Strákarnir taka upp ráðin eftir páska. Og strákarnir okkar eru að gera góða hluti? Já, þeir eru búin að vinna 2-falt og vonandi bæta þeir 3. á síðasta titlinum við, Íslandsmeistaratitlinum. Flott. Steinþór, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk, sömuleiðis. Og spennandi að heyra hvernig snjóblakið fer á morgun. Já, þetta verður spennandi.